Miðvikudagur 9. apríl og á miðvikudögum setjum við okkur alltaf í samband við Rangárþing eystra og menningarfulltrúi þar á bæ heitir Árný Lára. Hæ. Hæ. Hvað segirðu? Bara fín. Hress og kátt? Já, ekki spurning. Ekki spurning. Herðu, það hvað vika síðan við heyrðust? Jú. Hvernig hefur þessi vika verið hjá þér? Hún hefur verið mjög góð. Já. Verulega góð. Nóg að vera. Hvernig komið þið undan leyndardómunum? Við hérna í Rangárþing eystra komum allavega mjög vel undan þeim. Já. Við erum ofsalega ánægð með hvernig til tókst. Og allir bara á eitt sáttir? Já, ég hef allavega ekki heyrt annað, en það er náttúrulega kannski þú er enginn að segja neitt við mig. En já, þetta bara tókst mjög vel og ég held að flestir sem voru með einhvern viðburð hafi bara verið nokkuð ánægðir með sitt. Nákvæmlega, og það er eins og hefur margótt komið þetta fram að þetta voru yfir 200 viðburðir og þetta voru þarna 9-10 dagahátíð. Já. Og flestir svona sem komast yfir þetta en aðrir ekki og eins og líkt og ég sagði við hana Barböru hérna menningarfulltrúi Ölfus að þá ef það er eitthvað sem þarf að bæta og breyta þá er þetta að gera það næsta ári. Algjörlega, og við erum að fara að funda á eftir svona uppgjörsfund um hvað má betur fara og hvað var náttúrulega gott, þá maður verður líka hampa því. Að sjálfsögðu. Þannig að við klárum ekki bara vikuna og hættum svo. Nei. Göngum frá þessu almennilega. Já, og loka bókinni almennilega. Lokum bókinni, já, ekki spurning. Þannig að þetta hefnaðist vel allavega það sem ég hef heyrt. Já, ég held það líka. Þetta er náttúrulega ofsalega stórt svæði alveg frá Höfn. Já. Og í Ölfusi, þannig að það er náttúrulega erfitt að ná yfir allt saman. En ég held að flestir hafi nú fundið eitthvað við sitt hæfi á þessu svæði, hvort sem það er heimamenn eða aðrir. Og það sem ég heyrði, það var mikil ánægja með það að það var frítt í sund hjá öllum sveitarfélögum og síðan frítt í strætó. Já, ég held að frítt í strætó hafi alveg slegið í gegn. Reyndar voru við svona pínu að hafa ágjörð af því að það er bara svona fólksflótti af Suðurlandinu í hináttina, sko. En ég held að það hafi alls ekki gert. Nei, ég held að það hafi ekki gert heldur. Nei, þetta var rosalega skemmtilegt. Við vorum náttúrulega alveg yfir okkur ánað með Njálureyfilind, við vorum að sýna hann, sko. Já. Og það var svo skemmtilegt að sjá bara hvað fólk hafði mikinn áhuga á þessu. Hvað fólk fannst þetta flott verkefni. Ég er nú búin að sjá nokkura myndir af þessu og þetta lítur afskaplega vel út. Þetta er rosalega flott. Þetta átti náttúrulega alltaf að vera svona 8-10 ára verkefni en það er bara svo mikill áhuga að ég held að þetta sé komin í 4 ár. Já. Þannig að þetta verið búið áður en við vitum af. Sko. Það er bara frábært að áhugin er það mikill að fólk kemur hérna og tundar sig við að sauma. Algjörlega. Þetta er orðið bara svona félagsmiðstöð eða svona fyrir bara fólki ef ekkur er að skutla íþróttir að skreppi klukkutíma sauma í reyfilinn. Já, nákvæmlega. Þetta er bara frábært. Já. Ertu búin að, svo við förum í annað, ertu búin að sjá leikritið Önnu í Stóruborg? Ég er ekki búin að sjá það. Ég ætlaði að fara í kvöld en það var bara uppselt. Sem betur fyrir þau þetta. Já. En leiðilegt fyrir mig, en það er sem betur fyrir fleiri sýningar framundan. Jú. Og það er uppselt í kvöld og búið að vera mjög góð mætinga á leiksýninguna. Það er sko uppselt í kvöld og það er uppselt allan á þriðjudaginn næstu viku og aukasýning sett á mánudaginn, þannig að þetta er bara, það er mjög mikil ásókn í þetta. Þeir líka fá svo góða dóma fyrir leikritið, þannig að það náttúrulega hjálpar. Þetta er vel sett upp og svo auðvitað sagan er náttúrulega mjög merkileg. Mjög merkileg og náttúrulega þetta er svona saga sem flestir þekkja eitthvað til allavega hér á svæðinu. Já. Og þetta er náttúrulega svona rómantísk örlagasaga sem allir geta nú lifað sér inn í. Já, hárómantísk. Hárómantísk og hádramatísk. Já. Myndi ég segja, sko. Þannig að þetta er eitthvað sem fólk ætti að kíkja á? Ekki spurning, og það er líka bara gaman, þetta er aldursflóran hjá leikurunum er svo breið, þannig að það er verið að sýna sko hæfileikana á svæðinu, hvað þetta er mikið hæfileika fólks, alveg sama á hvaða aldrei það er. Já, nákvæmlega, þetta er frábært. Eitthvað meira svona fréttir frá ykkur svæðin? Já, við Það er nóg að vera, segi ég hérna, sko. Það er nóg að vera, við stundum bara köpnum í fréttum, sko. Já. Sem er gott. Kottum með það, við höfum alveg 10 til 12. Já, er það ekki? En það er til dæmis bara til gamans, þá verður 14. til 18. apríl verður tekin upp kvikmynd á Landeyjasandi. Já. Þetta er lokaverkefni í Kvikmyndaskóla Íslands sem verður tekin upp þar og þetta verður bara 4 dagar þar sem fólk verður þarna niður frá, bara það verður gerðar tjaldbúðir og þetta er svona alvöru sett. Já.
og það verið að leita að aukaleikurum til að koma og vera með. Þannig að það má sjá allt um það á heimasíðunni hjá okkur. Hvolsvöllur.is. Hvolsvöllur.is. Ertu búin að skráða til leiks í aukaleik? Ég alveg til taks ef ykkur vil. Já. Ég alveg ekki spurning, ég held að þetta sé rosa skemmtilegt. Og svo verður myndir sýnd í Bíóparadís. Já. Þannig að þetta er ekkert verkefni sem týnist bara. Veistu hvernig kvikmynd þetta er? Þetta er náttúrulega stuttmynd. Já. Og þetta fjallar einhvern mann sem er eitthvað að þvælast í út í óbyggðum og það er ekkert talað í myndinni. Nei. Þannig að þetta er voða mikið svona einhver, leik, þú þarft að tjáði mjög mikið með líkamannum allavega. Ég er ekki búin að lesa handriti, ég fekk það nú sent ég þarf aðeins að koma mér inn í þetta. Aðeins að glugga það? Já, aðeins að glugga þetta. Svo sé ég á heimasíðunni hjá okkur að það verður haldið námskeið fugla og fuglaskoðun á næstunni? Já, það verður fuglar og fuglaskoðun. Það náttúrulega er í gangi verkefni, klasaverkefni fuglaskoðun á svæði. Já. Og þetta er svona liður í því sem bæði Kalla jarðvangur og fræðslunetið er að halda. Og það verður fyrirlestrar og svo er farið út bara að skoða. Já. Þannig að þeir sem hafa áhuga á að kíkja á ykkur bara á fugla út allt Suðurland, þeir ættu að kynna sér þetta. Þeir eru fjölmargir. Ekki spurning. Svo er jarðvangsvika framundan, 21. til 27. apríl. Og við erum allavega að koma með eitt verkefni sem verður hjá okkur. Það er ferð á Njáluslóðir. Já. Og það verður keyrt fljóthlíðina og niður í Landeyjar og jafnvel tekið sporið upp á Dímon. Stóra Dímon segi ég. Þannig að það ætti nú að vera svolítið skemmtileg ferð. Heldur betur. Svo náttúrulega má nefna að hann Jónas Pálmar Björnsson, 27 ára kjötiðnaðarmaður frá Hvolsvelli, hann stóð sér vel í Biggest Loser. Heldur betur, við erum náttúrulega alveg að springa og stolti hérna. Já. Sigraði heimakeppnina. Hann vann heimakeppnina og alveg með stæl, sko. Og við erum náttúrulega svaklega ánægð með hann og við á sumardaginn fyrsta ætlum við að fá hann, Jónas, og hann Gurri, þjálfara. Já. Þau ætla að vera með fyrirlestur hjá okkur. Já, frábært. Í Hvolnum. Það verður náttúrulega auglýst aðeins betur síðar en þetta verður heldur mjög spennandi. Já, það má geta þess að Jónas, hann misti 48,5 kíló. Já, þetta er bara, hann er náttúrulega bara ruglduglegur. 34,6% af uppælegri líkamsþyngd. Já, og þetta er bara nýr maður. Já. Það er ekkert smá duglegur. Við reynum að gefa okkur svolítið út fyrir að vera svona heilsusveitafélagir með heilsustíg og svona ýmislegt. En það er ekkert allir eins duglegur og hann, það má nú alveg segja og við tökum hann sko sem fyrirmynd. Þannig að Jónas og Gurri, þau verða með fyrirlestur hvaða dag segirðu? Það er sumardaginn fyrsta, 24. apríl. Já. En þetta verður auglýst betur síðar en þau ætla allavega að vera hjá okkur. Glæsilegt. Þannig að þeir sem hafa áhuga á að heyra svona reynslusögu og kannski eitthvað svona keppnina og bara náttúrulega alls konar efni gott líferni. Já. Skella sér til okkar. Og kannski að fá hvatningu í leiðinni. Algjörlega. Ég held að þetta sé nú bara besti og við sjá bara hvað hægt er að gera bara með viljanum, sko. Það er ekki farin inn að aðgerða ekkert endilega, sko. Nei. Það er allt hægt, viljinn fyrir hendi, en þetta er bullandi vinna, en þetta er hægt. Þetta er algjörlega hægt og líka bara með góðu baklandi og svona styrk. Já. Og gengur þetta. Nákvæmlega. Árný Lára, takk hjá að vera spjallið og við heyrumst eftir viku. Gerum það. Takk. Já, takk sem leiðis. Bless. Já, bless. Selfossbíó kynnir teiknimyndina Hneturánið. Íkornin Súrlí þarf að gera allt til að bæta fyrir risa mistök sem hann gerði með einu og sínum fjölmörgu